Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 16. október er 18. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er æðsta boðorðið eða að hlusta í trú. Í lexíunni eru boðorðin 10 tekin úr 2. Mósebók og í pistlunum skrifa Páll að drottinn Guð muni styrkja okkur allt til enda og gera okkur óaðfinnanleg á degi drottins vors Jesú Krist. Og í Guðspjallinu er Jesús spurður hvert sé hið æðsta boðorð. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við finnum boðorðin 10 á 2 stöðum í Gamla testamentinu. Í 2. Mósebók 20. kafla og í 5. Mósebók 5. kafla. Og þau eru í megin atriðum eins. Þau voru skrifuð á hebresku, en hebreskan sem er skrifuð frá hægri til vinstri hefur 22 bókstafi, eingöngu samhljóða. Hebreskan hafði upphaflega hvorki stafabil, kommur eða punkta og því var það aðeins á færi sérfræðinga að finna út hvar orð og setningar byrjuðu og enduðu í þessum gömlu ritum. En við skulum rifja upp boðorðin 10. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau, því að ég drottinn Guð þinn er vandlátur Guð og refsa niðjum í 3. og 4. lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig, en sýni kærleika 1000 þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna 6 daga og sinna öllum verkum þínum, en 7. dagurinn er hvíldardagur drottins Guð þíns, þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur, né sonur þinn eða dóttir þræll þinn, né ambátt eða skepnur þínar, eða aðkomumaðurinn sem fær að búa innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er, en hvíldist 7. daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn Guð þinn gefur þér. Þetta eru fyrstu 5 boðorðin, en síðari 5 eru þessi. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þræl hans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Biblían okkar er mjög handhæg til leitar eins og hún er uppsett í dag, skipt niður í kafla og köflum skipt í vers. En hún var ekki skrifuð þannig í upphafi. Kaflaskipting kom snemma á 13. öld, en versin voru ekki númeruð fyrr miðja 16. öld, sem sagt eftir siðbótina, og hefur sú skipting haldist að mestu fram á okkar dag. Síðan hefur tæknin verið okkur hliðholl með sínum leitarforritum og má því segja að núna í dag sé Biblían aðgengilegri en nokkru sinni fyrr. Það er samt þannig að þegar við leitum að einhverju og til þess að leitin gagnist okkur, þá verðum við að vita að hverju við erum að leita.
Við þurfum sem sagt að hafa grunnþekkingu á málefninu. Og eitt þekktasta efni Biblíunnar er sagan Móse og boðorðin. Og frásögnin staðfestir að þau séu 10. Ritningin segir: Drottinn birti ykkur sáttmála sinn sem hann bauð ykkur að fylgja, boðorðin 10. Hann skráði þau á 2 steintöflur. Boðorðin voru hvorki númeruð í frásögninni, né var þeim síðar skipt eftir versum, enda mislöng, svo að skipting þeirra er eftir aldagamalli hefð eða samkvæmt steintöflum Móse. Boðorðunum má skipta í 2 hluta. Fyrri 5 fjalla að elska og virða Guð, en hinn síðari 5 eru samfélagsreglur eða ábending að elska og virða náungan. En sú skipting er einmitt í anda Jesú og tvöfalda kærleiksboðorðsins að elska Guð og að elska náungan. Ég heyrði trúboða sem hafði starfað í Afríku segja einu sinni frá heiðnu samfélagi þar sem hann kom til starfa og enginn þekkti Guð eða Jesú. Samfélagi hélt öll boðorðin þó enginn hefði heyrt þau fyrr. Fólkið elskaði sinn heiðna Guð, heiðraði foreldra sína og samfélagsreglurnar: þú skalt ekki morð, fremja, drýja, hór, stela, bera ljúgvitni eða girnast eigur annarra, þar voru í heiðri hafðar innan samfélagsins. En færu menn í annað þorp og drápu, nauðguðu eða stálu, þá voru þeir hetjur. Það var aðeins í þeirra þorpi sem þau voru öll bræður og systur. En kristin trú kenndi þeim að allur heimurinn er í raun eitt þorp og að við erum öll systkini. En á þessari frásögn getum við lært að síðari hluti boðorða Guðs er nauðsynlegur í öllum samfélögum til að fólk geti lifað í sátt og samlyndi. Í Guðspjalli dagsins var Jesús spurður: hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði: æðst er þetta: heyr Ísrael, Drottinn, Guð vor, hann einn er Drottinn, og þú skalt elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta: þú skalt elska náungan eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessum meira. Í þessum orðum felst að við eigum að elska Guð meira en okkur sjálf og náungan eins og okkur sjálf. Fræðimaðurinn sagði þá við Jesú: rétti það meistari, satt sagðir þú, einn er Guð og enginn er Guð annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig, það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann: þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Lögmál gyðinga krafðist brenni- og sláturfórna sem lögðust af við dauða Jesú, því að hann var hinn fullkomna fórn. Eins og Páll skrifar í Efesusbréfinu: með lífi sínu og dauða afmáði hann lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa sér einn mann úr báðum. Það er bæði gyðingum og Grikkjum eins og þeirra tími orðaði það. Páll skrifar líka í Galatabréfinu: allt lögmáli felst í þessu eina boðorði: þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig. Og boðorðin 10 dró Jesús saman í nýtt boðorð sem við köllum tvöfalda kærleiksboðorðið. Nokkrar frásagnir eru í Nýja testamentinu Jesú og boðorðin. Í Matteusi kemur maður til Jesú og spyr: meistari,
Hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, ef þú vilt ganga inn til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði hver? Og það er athyglisvert að Jesús telur fyrst upp samfélagsreglunar. Það er, þú skalt ekki morð fremja, ekki drýja hór, stela eða bera ljúgvitni, en nefnir síðan heiðra föður þinn, sem gæti túlkast sem heiðraðu Guð, þinn himneska föður. Þó maðurinn hafi kannski ekki skilið það þannig. Og móður, og þú skalt elska náungan eins og sjálfan þig. Alls þessa hafði maðurinn gætt, en sagan segir að hann fór hryggur í burtu því auður hann stóð í vegi fyrir að hann fylgdi Jesú. Hjarta hans var það sem Guð kallaði steinhjarta. Maðurinn fór eftir öllum reglum af hlýðni við lögmálið en ekki af kærleika. Í Esekiel segir Guð, ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjartað og líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst, svo að þið farið að boðum mínum og haldi reglur mínar og framfylgi þeim. Í fjallræðinni færði Jesús lögmálið inn í hjarta mannsins og gerði það að lögmáli kærleikans. Hann sagði, þið hafi heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi ykkur, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og þið hafi heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór, en ég segi ykkur, hver sem horfir á konu í gyndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sér. Áður voru það verkin, en núna horfir Guð á hjartað. Þemað í dag er æðsta boðorðið og að hlusta í trú. Jesús sagði æðsta boðorðið vera að elska Guð meira en okkur sjálf og náungan eins og okkur sjálf. Viðmiðið erum við sjálf. Hvers væntum við? Getum við sett Guð í fyrsta sæti? Getum við alltaf sett okkur í spor annara? Það að elska náungan er oft erfitt, þegar það bæti svo líka við að við eigum að elska óvin okkar. Og hvernig fer Jesús að því að elska okkur öll, þessa flekkóttu hjörð? Jú, hann horfir ekki á útlitið eða misbrestina í fari okkar, heldur á hjartað, á trú okkar og það sem við viljum raunverulega gera, en gerum samt ekki. Eins og Páll orðaði svo vel, hið góða sem ég vil, geri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Hjá einstaklingi í trú er Jesús fjársjóðurinn í hjartanu. Guð hefur þá gefið honum kærleiksríkt hjarta og vonaríka framtíð. Síðustu orð Móse voru, Drottinn fer sjálfur fyrir þér. Hann verður með þér, hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Og Páll segir í pistli dagsins að Guð mun styrkja okkur allt til enda og gera okkur óaðfinnanlega á degi Drottins og Jesú Krists. Trúr Guð sem hefur kallað okkur til samfélags við son sinn Jesú Krist Drottinn vorn. Já, við lifum í fyrirheiti Drottins að fyrir trúna á Jesú erum við Guðs börn, þrátt fyrir að okkur mistakist svo margt. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.